hvað þetta? Spyr sig kannski einhver. Þetta pípa úr orgeli, nánar tiltekið úr orgelinu hérna í kirkjunni á Akranesi. Það stendur mikið til, það eru miklar breytingar hjá sókninni eða Akranes sókn, nýir prestar, hér verið að taka orgelið alveg í gegn, það hefur ekki verið gert í 32 ár eða frá því að kom og við skulum heyrum aðeins í organistanum og heyrum í fólkinu sem að taka þetta í sundur og þrífa. Byrjum alveg á byrjuninni, hver fattaði upp á því að smíða orgel og spila á það? Það nú alveg rakið til eins ákveðins manns, Xethiópios hérna frá Alexandríu sem núna í Egyptalandi og það var alveg árið 254 fyrir Krist. Það uppruni pípuorgelsins. Hvenær kemur orgelið til Íslands? Fyrsta pípuorgel kemur til Íslands kringum 1860 held ég. En hvernig ferð þú út í orgelsmíði? Já, uppálega lærði ég nú að verða tónlistarkennari en hafði alltaf mikinn áhuga á smíðum svona sem polli og nú ég bara búin að sameina þessi tvö fög í einu fagi, sem sagt tónlistina og smíðarnar og ég fór sem sagt til Þýskalands og var þar í 8 ár, bæði við nám og störf, kom svo hingað heim 1986 og smíðaði mitt fyrsta pípuorgel 1988. Það sama ár og þetta hljóðfæri hér í Akranesi smíðað. En síðan 1988 ég búin að smíða, við erum að smíða núna orgel númer 41. En svo hefur mín vinna náttúrulega alltaf verið líka fólkin í því að sinna öðrum pípuorgelum í landinu. Ætli sé ekki svona til 120 pípuorgel á Íslandi í kirkjum og ég hugsa ég svona sinni svona 110-12 sem sagt af þeim. Já. Og þá komum við að því, þú ert komin hérna upp á Akranes til að sinna þessu stórmerkilega orgeli hér. Hvað ertu að gera? Já, nú erum við að hreinsa orgelið alveg frá grunni. Hljóðfærið orðið 32 ára gamalt, orðið svolítið óhreint að innan og nú tökum við hverja einustu pípu. Pípurnar rétt tæplega 2000. Ekki nema, nei. Og hver einasta pípa tekin, hreinsuð og síðan fer hún aftur og svo náttúrulega bara allt hljóðfærið alveg frá grunni, tekin svo kallaði pípustólar og pípustokkar og mekaníkin yfirfarin og allt þrifið hátt og lágt. Síðan fara pípurnar aftur inni og þá þarf maður að ná góðum tóni í þær. Aftur svo kallið inntónun fer fram og svo hljóðfærið stillt. Og það var gaman að því að þegar við vorum búin að klára hérna svo kallað svelverk hérna í þessu hljóðfæri og Sveinn Arnar, organisti, sest við hljóðfæri og spilar hérna við Jarðarför og hann hafði orð á því að það var bara allt annar og með betri hljómur í orgelinu. Nú horfum við hérna aðeins yfir sviðið, þeir eru með eitthvað hluta hérna, ég veit ekki hvað marga pípur hérna úti. Já. Eru þið ekki trætt að rugla þessu? Þær eru ekki merktar hérna, þekkið þið bara hverja einustu pípu og getið sett hana á nákvæmlega sama stað eftir? Já, þetta bara spurning sem við fáum oft þegar það liggur allt svona eins og eitthvað, já, bara algjör kaos bara og þá ég stundum spurður, komið þessu nokkuð tíma saman aftur en það engin hægt á því. Þú veist, ef þú spurja bifvélavirkja með mótor eða vél úr bíl, hann ekki til vandræðum. Þar myndi ég standa á gati, Þannig nú orgelið búin að lifa af breytingar eins og rafmagnið og fleira, og nú þetta rafmagnsorgel, eins og öll orgel. Já. Það að hluta til? Jú, það rétt, já. Það rafmagnsmótor sem drífur, sem býr til vindinn. Já. Hér situr organistinn og ítir á litla takka og svona, tógar í hérna, ég ætla ekki einu svona að reyna að láta eins og ég skilji mikið af þessu. Hvað ferlið sem gerist? Það eru fótstig, það eru alls konar takkar. Já. Og þú segir það býr til einhvern vind til að blása í pípurnar og organistinn stjórnar hvert vindin fer. Já. Maður getur ímyndað sér þegar Jóhann Sebastian Bach vildi fara út í kirkju að æfa sig, þá þurfti hann alltaf að hafa einhvern með sér til þess að tróða belginn. Og af því að hann var að spila með fótunum líka, eins og þú kemur inn á, en núna njóta organista góðs á rafmagninu, þeir íta bara einn takka og það fer blásar af stað og fyllir belginn orgelinu af vindi. Síðan togar organistinn í eitt svona registur og setur inn einhverja ákveðna rödd og leið og hann spilar á eina nótu, þá opnar hann ventil inni í svokölluðum vindhlöðum og ef hann búinn að toga eitt svona takka út, þá á vindurinn greiða leið
inn í pípuna. Og eftir því sem hann togar út fleiri takka, þeim mun fleiri pípur koma þá til með að spila. Og í þessu tilfelli hérna í Akraneskirkju, þá höfum við 32 raddir, 32 takka sem að koma einhver hljóð. Já. Þú sem bara almennu leikmaður, hvernig fórst þú í nám í þessu? Sko, ég var náttúrulega búinn að læra píanó í mörg ár, búinn að taka svona ákveðna gráður þar, þannig að nógu margar til að geta fara að læra orgel. En ég var orðinn sko fann að spila í kirkjunum heim í sveitinni bara áður en ég fór að læra pípuorgel sko. Ég var fann að spila við messur og jarðarfarir sko. Bara á svona fótstíð orgel. Ég var nú fór til Ítalíu, til Flórens, var það í 3-4 mánuði að læra píanó. Og þar kynntist ég manni sem að var, sem sagt, ég held að hann ekki verið organist, hann var einhver kirkjuverður í kirkju. Og við fórum eitthvað að spjalla saman þetta og hann vildi endilega að ég fara að læra svona orgel. Og þannig að þegar ég kom heim jólin 93 og þá skráði ég mig bara, það var fyrst sem ég gerði á 9 ári var að skráða mig í orgelnám á Akureyri. Og fór í tónlistarskóla þar og byrjaði að læra. Og þetta hefur verið bara þitt ævistarf? Já, má alveg segja það. Já, búinn að vera hér í 18 ár. Kirkja og orgel, þetta er eitthvað svona svo samtvinnað. Já. Hefurðu nýtt þetta í eitthvað annað? Já. Við höfum sko sérstaklega náttúrulega bara til dæmis við athafnir þar sem að þar sem er beðið dægur, tónlist, eitthvað slíkt, þá er þetta alveg, finnst mér, kjörið hljóðfæri, þó að það sé ekki allir sammála því. Því að það eru svo margir litir í þessu, það eru svo margar raddir fallegar og þú ert líka með bassa sem spilar á fótunum. Þannig að það verður svona flottur hljómur, mikill botn í þessu. Þannig að ég notaði mikið, frekar en píanó til dæmis. Er þetta að spila hvaða lag sem er á orgel? Já, ég myndi segja það. Nú hefur orgelið lifað tímanna tvenna, hefur ekki þrenna eða meira. Það hefur farið í gegnum alls konar breytingar og ennþá lifir. Það er ekki komin kannski þess tími aftur núna og fólk átt að segja á hvaða möguleika það hefur. Ég bara vona það. Þetta er náttúrulega stórkostlegt hljóðfæri sko. Það eru náttúrulega misjöfna gæðum. Ég var svolítið lengi að taka, eins og ég sagði upp, að taka í sátt þetta rými, þetta er ekki mikill hljómur og minnst þetta stórt hljóðfæri fyrir þessa kirkju. En í dag aftur á móti finnst mér rýmið fullkomið. Það er bara allar raddir njóta sín einhvern veginn, sérstaklega þessa veiku í þessu rými. Það er ekkert mikill ómur, þannig að þetta er allt svo frábært, sérstaklega það sólin skín. Já, og orgelið komið aftur. Eigum við kannski bara kveðja með ljúfum tónum frá Sveini Arnari?